við erum með jarðhitageyminn og eins og jarðvarmavirkjanir hafa hingað til verið byggðar upp að þú ert með holur og þú ert með virkjun og þú setur þetta í rekstur og þú ert alltaf með í fullum afköstum. En notkunin, hún alls ekki þannig. Notkunin þannig að hún mest yfir daginn og svo dettur hún niður á nóttunni. Og þess vegna viljum við geta fyllt svolítið notkuninni og leið þá erum við að nýta betur jarðhitageyminn og drögum eða lengjum líftíma jarðhitageymmisins og aðlögum okkur betur líka að markaðnum. Með því að setja þessi skriðtengi niður þá erum við að leyfa fóðringunum í hólunum að þenjast út þegar við hítum hólur upp og að skreppa saman þegar við kælum hólur aftur niður án þess að við lendum í fóðringaskemmdum. Þannig að við erum í raun að horfa þarna á að geta sveiflað framleiðslu úr hólum og þar með sveiflað rafmagnsframleiðsluna okkar. Svo erum við líka að horfa á djúpnýtingu og nýtingu á ofurhita í þetta. Og við erum þá að horfa til þess að geta borað dýpri hólur í mjög heit jarðlög. Og ef við erum að bora í mjög heit jarðlög þá erum við að eiga við ennþá meiri varmaþenslu heldur en við erum að eiga við í okkar venjulegu hólum. Þannig að það ennþá meira áraun á hólurnar og meiri þörf fyrir það að fóðringarnir geti staðist þessa áraun. Og svo erum við líka að horfa á það að við erum að bora dýpra og við erum að fóðra dýpra ofan í jörðina. Og þá erum við komið bara rosalega langt stálrör ofan í jörðina. Og það aftur veldur ennþá meiri spennu í fóðringunum þegar við erum komið svona langa fóðringu. Þannig að það svona tvíþætt sem sagt, bæði að geta sveiflað jarðvirkjunum og svo að geta farið dýpra og í heitari jarðlög. Að bora svona hólu risaverkefni. Ein borhóla þetta eru kannski hátt í milljarður með búin að bora hóluna og tengja og allt það. Þannig að til þess að ná niður kostnaði við jarðhitavirkjanir og fá ódýrari orku og þá hlýtur að vera mjög gott að þurfa að bora færri hólur og tryggja öryggi þeirra og líka bara það ef fóðringarnar beyglast og þú fær minna flæðu þá náttúrulega minni peningur sem að koma í kassan, aukið öryggi í mannvirkjunum og aukið öryggi í rekstri fyrir orkufyrirtæki. Ef þetta verkefni gengur vel, sem að allt bendir til að muni gera, að þá þarf að skoða það hvort að við viljum setja þetta ofan í fleiri hólur og þá myndum við væntanlega fókusera á hólur á svæðum þar sem að við viljum vera með sveiflun í rekstrinum. Það ekki öll svæði sem að henta til þess, þau eru mismunandi blauta, mikið hlutfall af vatn og gufu í hólunum. En við erum með þekkt svæði þar sem hærra hlutfall af gufu og öflugri hólur eins og til dæmis í Hverahlíð upp á Hellisheiði. Og þar væri mjög spennandi að setja þessi skriðtengi niður og geta þá sveiflað hólunum. Við erum aðeins að prófa okkur áfram með þetta. En að því að við erum ekki með skriðtengi á hólum í dag að þá leyfum við mjög litla sveiflun. En þegar við komum með skriðtengi þá getum við leyft okkur mun meiri sveiflun á þessum hólum og það getur verið mjög spennandi fyrir rekstur virkjananna.